Vestfirðir að vetrarlagi. Á þeim tíma flestir staðir voru einangraðir vegna snjóa, áður en borað var í gegnum fjöll og nánast einu samgöngurnar voru með flugvélum. Lendingastaðurinn á Suðureyri við Súgandafjörð hrikalegur þar sem hann liggur eins og sneiðingur undir brattri fjallshlíðinni og það kann að vera erfitt að athafna sig á flugvél í þröngum firðinum. En yfir vetratíman þegar snjór yfir fjallveginum þá einangrunin rofin með reglulegu áætlunarflugi og 5 sinnum í viku lendir hér flugvél frá Örnum á Ísafirði með farþega, póst og vörur. Þó flugmennirnir séu ýmsu vanir hér á þessum slóðum alltaf dálítið ævintýri að lenda á flugvellinum á Suðureyri og ekki mikið pláss til að athafna sig ef eitthvað fer úrskeiðis. Hörður Guðmundsson flugmaður flýgur alltaf sömu áætlunina og enn á hann eftir 6 viðkomustaði í þessari ferð. Ísland einn vindasamasti staður á jarðríki ásamt Suðurskautslandinu að manni skilst og það sem kannski erfiðast það ekki endilega háa brött fjöll, þröngir firðir og dalir heldur þessi síbreytileiki veðursins. Á veturna veðurfarið það sem ofta setur strik í reikninginn, en einmitt á þeim tíma hvað mikilvægast að halda uppi reglulegum ferðum á milli fjarðanna. Á vegum svæðisskrifstofu málefni fatlaðra á Ísafirði. Hér áður fyrr þurfti fólk að flytjast í burtu ef það eignaðist fatlað barn. Og núna erum við að reyna að skipuleggja þjónustuna þannig að þau geti verið áfram í sinni heimabyggð og fengið þá þjónustu sem að barnið þarf. Eftir 2 til 3 tíma komið á síðasta áfangastað. Skilyrðin á flugvöllunum geta verið breytileg frá firði til fjarðar og þó einungis sé 10 mínútna flug að ræða á milli staða má gera ráð fyrir því að í staðinn fyrir ís og snjó taki við krapi og bleyta. Flugvöllurinn á Patreksfirði í 10 kílómetra frá þorpinu á Vatneyrinni en hér var að finna eina staðinn í firðinum sem vænlegur þótti til flugvallagerðar á sínum tíma. Hörður kemur aftur á morgun ef veður leyfir. Egill Ólafsson, flugvallavörður og bóndi á Hnjóti í Örlygshöfn, hefur því lokið skyldu sinni í dag og á heimleið. Þó gatan sé greiða þessu sinni, þá hefur Egill fengið að kynnast því gegnum tíðina að oft má litlu skeika þegar veður válin. Eitt sinn lenti hann hér í snjóflóði ásamt 2 félögum sínum og í annað sinn tók hann þátt í að bjarga mönnum á land úr enska togaranum Sargon sem strandaði í illviðri á svipuðum stað.
Ég var með fyrstu mönnum sem kom hér. Við vorum 5 sem komu hér kvöldi þegar togarinn strandaði í ofsaveðri. Við héldum hér til yfir nóttina og urðum að yfirgefa þennan stað klukkan 5 nóttina vegna þess að þá féll sjór hér í berg og það munaði litlu að við mistum menn þarna í sjóinn. Og skipverjum var bjargað morguninn eftir. Þetta var dálítið merkilegt strand, það að segja að þarna voru menn með kvikmyndavélar og pilt. Það voru margir menn sem fórust í þessu strandi. Mér minnir að það veri 11. Þannig að þetta hefur verið mikið ógnar atburður á þeim tíma. Já, þetta var mjög sorglegt allt saman í sambandi við þetta. Við gerðum allt sem við gátum til þess að bjarga þessum mönnum en það var ýmislegt sem að þarna virtist vera að og sem að við réðum ekki við. Nú er ekkert eftir af þessu skipi nema þetta járna rusl þarna í fjörunni og ketillinn úr skipinu er þarna frammi. Hann kemur upp fjörur, þannig að þetta er allt hvorfið. Egill og félagar hans voru seinna heiðraðir af Bretum, æðstu orðu sem veittir fyrir björgunarstörf. Áður voru 20 bæir í Örlygshöfn. Í dag eru þeir aðeins 4 í byggð. Sonur Egils og sonasonur eru hér á leiðin í fjósið en mjólkurframleiðsla er megin uppistaða búskaparins á Hnjóti. Hestarnir eru nú einungis notaðir til að skemmta ferðamönnum sem eiga margir leið hér yfir sumartímann. Það má segja að margt sé breytt frá því sem áður var. Nú er kvóti á mjólkinni og framleiðslan frá Hnjóti er flutt reglulega í Búðardal, en flóabáturinn Baldur tryggir stöðugar samgöngur yfir Breiðafjörðinn. En skyldi samt ekki vera einmannalegt að stunda hér búskap svo langt úr alfara leið. Fólk sem býr í þéttbýli það heldur að maður sér einangraður vegna sem maður er ekki innan með svo fjölda fólks. Það er alrangt. Maður hefur allt sem maður þarf að hafa og maður fylgist með öllu því sem er að ske í kringum mann. Sjónvarpi og útvarpi. Í rauninni fylgist maður betur með heldur nokkurn tímann þegar maður er staddur í þéttbýlinu. Fjórir ættliðir búa hér á Hnjóti undir sama þaki. Sá elsti Ólafur fæddist nokkrum mínútum eftir aldamótin 1900. Ég var við sjó 20 vor á árabát. Svo breytist þetta. Þá komu stóru bátarnir með línur og breytist aðferðin við fiskiríð. Fórum með aflann á stærri staðinn og þá fór fólki með og svo er allt í eyði á eftir. Annaðhvort bíl í eyði. Já, mér líst nú ekki svo mjög illa á það ef landsmenn geta hugsað eitthvað meira en þeir hugsa. Þeir eyða allt á miklu og því er nú erfiðleikarnir að koma í ljós. Það er ekki nógu vel haldið á fjármununum. Það er bara eitt á ýmsa vegu sem að notast ekki nógu vel. Menn safna skuldum í stórum stíl og hugsa ekki fram á
tíman eða ævina neitt nema bara daginn til dags. Já. Ég læti vita hvað við gerum. Ok, hvað er mikið flugþól? Ég er með 2,5 í flugþól núna. 2,5 í flugþól og við bara látum sjá til bara með það. Ok. Það er alveg langt, ég er tórulega bara taskunum. Að þessu sinni er Hörður í leiguflugi með áhöfnin á togaranum Bessa frá Súðavík. Togarinn er á leiðinni siglingatúr og hluti mannskapsins ætlar að taka sér frí á meðan. Og Hörður var fenginn til þess að sækja þá til Vestmannaeyja. Segðu hvað er búin að vera leikinn til sjós? Ég byrjaði 14 ára gamall. Hvað þýðir það mörg ár? Mamma mía, maður. Þar varst hún alveg með það, maður. Ég verð 50 árunu. Er það ekki nóg svar? Eða viltu fá alveg upp á, verð ég að fara að fá tölvulána? Sem á hvernig veiðum voruð þið? Á hvernig veiðum? Nú, við erum að botna fiskveiðum og við erum að fiska svona. Já, núna vorum við bara á karfaveiðum aðalega og grálúðu. Í restina svona blanda fisk, karfi, þorskur, ísa. Og þokkaleg veiði? Já, miðað við margt annað. Þá var það búin að vera þokkaleg veiði. Togarinn Bessi er eitt af aflaskipum Vestfirðinga og hefur verið undirstaða atvinnulífs í Súðavík árabil. Nú er hann leiðinni heim. Heimsækja konurnar. Og hvað kemur til? Hvað kemur til? Og við fengum ekki að sigla með þeim hús og við verðum að fara bara heim til konuna. Það fara að slá garðinn ef það snjórinn er farinn. En heppnin er með að þessu sinni og ekki er hætta á því að hann verði settur í garðslátt í fríinu. En eftir 3 vikna útiveru út á Ballarhafi er gott að koma heim. Jafnvel þó pabbi sé nánast eins og gestur heima, gestur sem aðeins er heima við stutta stund, hverju sinni. Daglegt amstur er að mestu í höndum eiginkvenna sjómanna sem þurfa að mest að sjá allt sem heimilinu viðkemur á meðan bóndinn er fjarverandi. Það er logn. Það er alveg logn. Það er logn og brautin hrein og við erum hérna á betri logn hérna. Það hafa verið blómlegri tímar á Ingjaldssandi. Fyrir aðeins 20 árum bjuggu þar yfir 100 manns og 30 börn gengu þar í skóla. Nú eru öll börnin horfin á braut og flestir eru fluttir á brott úr sveitinni. Aðeins 3 bæir eru í byggð og einungis eru 7 manns hér fastir til heimilis. Við það bætast 950 kindur, 1 köttur og 3 hundar. Einu reglulegu samgöngundar yfir vetratíman eru flugið, en þjóðvegurinn yfir Sandseið er oftast lokaður vegna snjóa mestallan veturinn. Sjóleiðin til Ingjaldsands
er aðeins fær í stillum. Þetta var bara kraf. Ég var að bíða að láta á frjósa til að ná því. Svo er ekki bara glæra á brautinni eftir hefnum. Já, akkurat. Við erum búin að fara við þetta og erum svo að samast í tilbúið til hluta. Sæból. Hér búa systkinin Guðmundur, Una og Guðni Ágústsson. Bræðurnir Guðni og Guðmundur sinna saman gegningunum og vinna saman eins og einn hugur. Þeir hafa hér 400 fjár í húsi og það eru drjúgt margar rullur af heyi sem þarf til þess að fóðra yfir veturinn. Fyrr á árum starfaði Guðni við vegagerð jafnframt búskapnum og Guðmundur bróðir hans var til sjós, annarkvort á togurunum eða þá á fiskibátum. Nú eru þau öll systkinin jafnan heima á Sæbóli og Una sér húshaldið fyrir þau. Öll eru þau barnlaus en frænka þeirra, Betty, hefur ákveðið að setja stað á Ingjaldssandi og reynir þar ásamt sambýlismanni sínum að byggja þar upp framtíð sína. Betty er svo sem búin að skoða sig í veröldinni og hefur búið og starfað bæði í Evrópu og Ameríku. En sveitin hefur alla tíð togað í hana til sín og hún er staðráðin að hér vilji hún búa alla framtíð. Fallegasti tíminn er oft sumarnæturnar. Þá er sólin, hún flýtur hérna alveg eftir hafflöttinum og hverfur hérna við Sauðanesið en kemur svo aftur upp og hún er ekki lengi í hvarfi þegar hún er hæst á lofti. Þannig að það má segja að næturnar séu oft fallegastar hérna á sumrin og það er það fallegasta við þetta svona. Á vorin, eftir að kvöldsólin fer að koma hérna út í hafið og svo aftur á haustin er voða fallegt. Getur verið mjög fallegt á haustin þegar haustlitirnir eru komnir og sólin er farin að lækka á lofti og farin að mynda vissa skugga svona í fjöllin. Lengra inn í dalnum, þar sem ekki er hægt að heyra sjávarniðinn, er þriðji bærinn sem er í byggð á Ingjaldssandi. En nú er tiltölulega hljóðlátt hjá þeim hjónunum, Guðmundi Hagalínsinni og Guðrúnu í Hrauni. Og það hefur svo sannarlega ekki alltaf verið svona hljóðlátt þar á bæ. 6 börn þeirra hjóna uxu hér úr grasi, en koma nú einungis sem gestir eins og svo margir aðrir fyrrum íbúar á Ingjaldssandi. Börnin koma þó jafnan þegar mikið er að gera við bústörfin og hjálpa þá til bæði við heyskap og þegar mikið er umleikis sauðburðinn. Þegar þau láta sjá sig við vetratíman er jafnan veisluborð á Hraunsheimilinu og Guðrún hleður á matborðið kræsingum eins og í gamla daga. En oftast er Guðmundur einn við bústörfin utandyra. Fjárbóndinn eyðir mörgum stundum í kjötvinnslunni sem hann hefur komið sér upp en hluta framleiðslu sinnar vinnur hann sjálfur og selur á markaðinn. Hann hefur tekið til þessa ráðs vegna sífelldar skerðingar á kvótanum og selur kjötið bæði saltað og reykt. Þetta er að hans mati eina ráði til að geta lifað af búskapnum og víst er að hann er ekki í vandræði með að losna við afurðir sínar.
En þetta er einmannalegt starf og ólíkt því sem var hér á Ingjaldssandi fyrr á árum, þegar búið var á hverjum bæ og þegar sífellt var eitthvað að vera í sveitinni. Tæknin hefur svo sem ýmsa kosti í för með sér og gerir störfin auðveldari, en maður spjallar ekki við rafmagn og vélar. Til að rjúfa einangrunna hefur Guðmundur fest kaup á snjóbíl til að komast yfir heiðina eftir að hún lokast venjulegum faratækjum. Þannig sér hann sjálfur flutning á afurðum sínum og aðra aðdrætti fyrir íbúana í dalnum. En fyrir utan flugið eru það einu samgöngurnar yfir vetratíman. Já, auðvitað náttúrulega það leiðinlegt að byggðin skuli vera að fara svona í eyði eins og hún, og það náttúrulega hluti sem maður ræður ekki við. En við unum okkur afskaplega vel hérna. Og þó að það sé nú ótrúlegt að þá, ef maður fer að heiman, þá er maður friðlaus þangað að maður komið tilbaka. Sko, hér getur maður á vorin, haustin í góðviðrisdögum, maður getur hlustað á lognið. Maður getur ekki hlustað á lognin yfir sjó, þar sem maður heyrir sjó. Í logninu heyrir það ótrúlegustu hljóð sem fólk glápir á mann að maður segir að maður hlustar á lognið. Þú getur heyrt allavega annar hljóð. Þú heyrir, í gamla daga þóttist fólk heyra sálmasöng frá álfunum heim í hraun. Það var þegar að trén var komið í grasið svona í ágúst, september, og ef maður var austan gola, þá heyrðir þú allavega hljóðfall sem þú bjóst bara lagið til sjálfur. Ég hef á eitt lag sem Róbert Abraham Óttarsson raddsetti fyrir mig, sem var söngmannastjóri Þjóðkirkjunnar. Og þetta er tónlistin sem sauðabóndinn Guðmundur Hagalínsson heyrði í logninu, hljómkviða þagnarinnar. En hverfum heim að Sæbóli í eldhúsi til Unnu, þar sem Guðmundur bróðir hennar lætur líða úr sér eftir fjárhúsverkin. Það er það. Nú setjum þetta saman. Þegar við sjást. En hvernig blasir framtíðin við þeim systkinum? Við erum svo ungar þá maður. Það eru góða heilsu. Spekulum ekki í því þegar það kemur. Þegar heilsan er góð, þá er allt í lagi. Skemmtilegasta dagrastytting þeirra bræðra er að fást við bátasmíðar, en nú eru þeir að gera upp gamlan farkost þeirra Sæbólsmanna. Er það hátt? Já, þetta er gott, já. Það ætti að vera að koma hérna, sko. Já. Þetta verður fínt. Hvað er þessi bátur gamall? Þessi mynd upphaflega verið smíðaður 1930, sko. Við eignastum hann hvað? 1940. 41 sem, já, 40 sem það var. En hann var upphaflega smíðaður eftir Gísla Bíldudal, frægan bátasmíð.
Einn af þeim bestu sem hér hafa verið á Vestfjörðum sko, Ættar og Breiðafirði. Hann smíðaði margar báta. Já. Þetta voru aðals samgöngutækin hérna á fjörðunum sko. Bara innan fjarða til dæmis á Arnarfirði og Dýrafirði líka. Það var að fara milli bæja, bara sjóleiðina sko. Þangað til að 1952 þá kom ég fyrst í Arnarfjörð með jarðýtu til að byrja þá á Vesturveginum, haustið. Þá voru bátarnir að það var samgönguleiðin sko. Veturinn aldrei það langir, maður klári það sem maður var ætlað að gera. Nú ekki sagað í vetur? Nei, það er nú alveg. Það til þess mikil vinna að saga þennan rekavið sem að þeim rekið í vetur. Betty og Erik að velta fyrir sér framtíðarplönum. Þau hafa látið gera teikningar af nýjum útihúsum og hafa uppi stóra drauma frekari uppbyggingu á staðnum. En framtíðin samt óljós í þessari eyðilegu byggð og dóttir Bettyar þegar farin að heiman og búin að finna sér farveg í annarri veröld, þar sem meira að vera og aðrar klukkur klingja. Næsti morgun, það kominn stormur og snjóinn skefur allar fjallabrúnir. Eins og oft yfir vetratíman ekkert flugveður og allt áætlunarflug liggur niðri vegna snjókomu. En það hefur orðið slys borð í fiskiskipi og frá Patreksfirði hefur borist kall að maðurinn verði fluttur með sjúkraflugi til Reykjavíkur. Hörður því búinn að vera í viðbragðsstöð á flugvellinum og bíður þess færis að komast í loftið. Veðurstofan líst nú ekki á þetta sko, það hörku ísing hérna rétt fyrir sunnan okkur. Og enda veðrið þannig líka sko, það má reikna með því. Þannig 30-50-40 hnútar svona við yfirborðið í fjallahæð og 60 hnútar ærveg. Eftir 4 stunda bið slotar veðrinu. Allt sett í gang til þess að ryðja flugbrautina á Ísafirði og Hörður og hans menn undirbúa sig undir flugtak og drífa sig á stað. Hörður flýgur það bil 300 sjúkraflug á ári til Reykjavíkur. Þeir eru því ófáir sem hafa notið þess að komast undir læknishendi í tæka tíð með aðstoð hans og hans manna. Og margir sem telja sig eiga honum lífið að launa, þegar hann hefur jafnvel í verstu veðrum flogið með sjúklinga til að koma þeim í öruggar hendur. Það veturinn sem mesti annatíminn í sjúkrafluginu. Það var fyrir 30 árum sem hann stofnaði til flugrekstrar á Ísafirði. Hann hefur því langa reynslu af því að fljúga við þær erfiðu aðstæður sem á Vestfjörðum. Stuttar flugbrautir, erfið aðflug og rysjótt veðurfar. Þegar maður komið svo til bæ
Hjúkrunarkona lítur eftir sjúklingnum á leiðinni til Reykjavíkur, en líðan hans eftir atvikum góð eins og oft sagt í fréttunum. Lending í Reykjavík. Sjúkrabíll bíður á flugvellinum til að taka við sjúklingnum og innan fárra mínútna verður slasaði maðurinn kominn á sjúkrahús. Það sem gert verður að meiðslum hans. Fyrir flugmennina þetta eins og í svo mörg önnur skipti, fyrir sjómanninn spurning að komast í öruggar hendur. Ragnar Nikolás, Þingeyri. Veðrið núna 10 gráður, 10 hnútar og það bjart og fínt veður hérna og skyggnum allan fjörð. Og hitinn -6 gráður og QNH 993. Davíð Kristjánsson, flugvallavörður, stundaði áður sjómennsku frá Þingeyri, en sér nú að stjórna umferðinni Þingeyraflugvöll. Þetta það sem fylgir þessu starfi, það aðalega að fylgjast með veðri og láta vita því. Á Þingeyri annar stærsti flugvöllurinn á Vestfjörðum og oft hægt að lenda þar þegar annar staðar ófært. En hefur flugvöllurinn ekki raskað sveitalífinu. Það búið á 3 bæjum hérna rétt við flugvöllinn. Og það gengur ágætlega, því fólki líður ágætlega vel. Sem það stundar Atvinnulíf á Þingeyri, það gott? Það hefur verið það hefur verið mjög gott. En það lægði því núna eins og allstaðar. Þessi kreppa hún nær til okkar. Á Þingeyri 485 íbúar og eins og víða í viðlíka sjávarþorpum þá snúast hjól atvinnulífsins í kringum sjósókn og fiskvinnslu og reglulega koma bátar inn til löndunar á afla sínum. Það eru margir sem hafa afkomuna af fiskvinnslunni og árlega landað 8.000 tonnum til vinnslu á staðnum. Í dag það 40 tonn sem skipað á land. Flestar konurnar í fiskvinnslunni eru í hlutastarfi. Þetta sá háttur sem hafður á í flestum sjávarþorpum. Til að geta nýtt sér þennan mikilvæga starfskraft hafa fiskvinnsluverin þurft að geta boðið upp á sveigjanlega vinnutíma. Þannig að konunum sé gert það fært að skipta tíma sínum á milli heimilis og barna og þess að taka þátt í atvinnulífinu. Þó hafa ýmsar blikur verið á lofti í seinni tíð og mikið að kvóta hefur horfið úr höndum heimamanna. Jafnframt því sem afli sem áður skilaði sér í frystihúsið fer nú á fiskmarkaði annar staðar.
Lánið leikur við þá Svanlaug og Emil frænda hans í dag. Það er frí í skólanum og þeir geta því komist í beitlingaskúrinn. En þar bíða þeirra nokkur bjóð sem nauðsynlega þarf að gera klár fyrir næsta róður. Hvort er nú skemmtilega að vera að beita eða vera í skólanum? Beita? Já. Hvers vegna? Það þarf ekki að læra heima hér. Já. Það tekur strákana 2 tíma að klára að fylla bjóðinn og launin duga allavega sem vasapeningar smá tíma. Það geta ráða þannig. Hvernig er það þegar menn er að byrja að beita? Er ekki hægt að þú stingi krókunum í fötana? Ég ætla að byrja smokkur og síld. Það er ekki það. Það sé ekki loðunni. Er það verður að beita loðunni? Já, hún þarf ekki að skera hann en hún er sko tvístungin. Svanlaugur er ekki viss hvort hann ætlar að verða sjómaður þegar hann verður eldri, en víst er að sjómennskan hyllar strákan á Þingeyri og æðsta óskin er að komast á skak yfir sumartíman þegar skólanum lýkur. Eftir að vegurinn hefur verið lokaður í 6 mánuði er komið að því að moka Sandsheiðina. Veginn frá Dýrafirði yfir á Ingjaldssand. Venjulega tekur það 3 daga en þar sem það byrjaði að snjóa og að því að ýtan bilaði þá hefði það nú tekið meira en viku tíma að ryðja veginn. Fyrstu ferðalangarnir bíða þegar óþreyjufullir að komast yfir heiðina og eftir því að ýtan komist aftur í gang til að losa síðasta haftið á leiðinni. Eftir að vegurinn hefur verið opnaður verða allir aðdrættir mun auðveldari fyrir íbúan á sandinum. Vegurinn kemur smám saman í ljós undan snjófarginu og slysavarnaskýlið gefur til kynna hversu mikið fannfergi getur orðið hér uppi á heiðinni. Loksins kemst ýtan aftur í gang og ræðst þegar í að rjúfa síðustu hindrunina á veginum. Þegar búið er að opna veginn þá getur vorið ekki verið langt undan. Þar sem maður sér jörðina koma undan snjónum því meira verður áberandi að víða er byggð komin hér í eyði. 4 af 7 bæjum í sveitinni eru nú án ábúðar. Hér, þar sem allt iðaði áður af lífi og menn voru önnum kafnir við vorverkin er nú hljótt og víða stendur ekki annað uppi en útveggir sem minna á fyrri tíma. En það er búið að opna landleiðina og fólkið á Ingjaldssandi er ekki háð því lengur að flugveður sé til að fá póstinn sinn eða þá að komast í burtu. En þeir sem hér búa eru engan veginn á förum, því nóg er nú að gera við bústörfin og sauðburðurinn í fullum gangi. Það þýðir að menn þurfa að vera á vakt allan sólarhringinn og synir Guðmundar eru komnir til að hjálpa til.
Það þarf að marka og skrá lömbin og sonur Guðmundar setur það ekki fyrir sig að hjálpa einni ánni við að koma lambi sínu í heiminn. Spergilkál, rósir, kryddjurtir og blóm. Vikum saman hefur Guðrún húsfreyja í Hrauni unnið að því í gróðurhúsinu sínu að planta út jurtum sem hún hefur komið á stað í kjallaranum á Hrauni. Nú þarf að láta þau njóta dagsbirtunnar og ilsins í gróðurhúsinu svo þau náið að blómstra. Gróðurhúsið er uppáhaldsstaður Guðrúnar og skildi engan undra eftir langan og strangan veturinn. Það er ekki bara áhugi fyrir lífinu, ég veit það, ég hugsa það sé helst. Það er alveg óskaplega gaman svo hérna er þetta að maður gleymi sér alveg yfir þessu. Ég tala nú ekki þetta fyrir að blómstra. Þá er ánægjan að horfa á það hvað maður getur raunin að gert þegar svo sér snjórinn þarna rétt við húsdyrnar. Það þarf ofta að berjast fyrir nýju lífi og þessu vori hefur Betty gengið mun betur að halda lífi í lömbunum en hún átti von á. Vonandi merki uppbyggingu bústofnsins og að framtíðadraumar hennar og Eriks rætist. Betty, á hverju þurfa þessi lömb að fá úr peranum? Af því að það er ekki nóg mjólk í móðu þeirra. Þeir mjólka ekki nógu vel til mig. Sum þurfa nú ekki eins mikið þau vilja eða fá. Ef maður byrjar að gefa þeim þá vilja nú yfirleitt fá meira heldur en þau þurfa. Þannig það er, ég bæti svona á þau, þau þurfa ekki mikið, ég bæti á þau kvölds og morgna. Betty sé framtíð sína hér á þessum afskekkta stað. Það breytir engu þó veturnir kunna vera langir, né sú staðreynd að lífsafkoman kunna vera vænlegri í þéttbýlinu. Jafnvel þó aðrir kunna yfirgefa staðinn, hér vill hún vera.